Góðan daginn og verið velkomin í kynningu á grunnnámi í almennri bókmenntafræði. Ég heiti Sif Ríkharðsdóttir og greinaformaður í almennri bókmenntafræði og ætla að fara svona stuttlega yfir helstu efnisatriði, hvað það sem við erum að gera í bókmenntafræðinni, inntökuskilyrði og félagslífið. Bókmenntafræðin spannar náttúrulega mjög vítt svið en svona kannski helsti grunnurinn náttúrulega að hafa áhuga á lestri, bókmenntum, bókum og kannski almennt séð menningu. Bókmenntafræðin náttúrulega mjög víð og breið, þannig við förum yfir ansi mikið í bókmenntafræðinni og förum inn á mörg önnur svið eins og tungumál og menningu og samfélagið. En það sem við erum að gera kannski helst að veita þróun yfir, svona yfirlit yfir þróun bókmennta á Vesturlöndum og að nokkru leyti í öðrum heimslutum. Við erum að veita þjálfun í að beita fræðilegum aðferðum og hugtökum á margvíslegan skáldskap, menningu, táknheim, ólíkra tíma og svæða. Við förum yfir bókmenntasögu, tökum fyrir fræðikenningar, túlkun og aðferðafræði. Við tölum menningu og sögu og náttúrulega bókmenntir sem táknheim og hvernig við getum unnið með þennan táknheim. Og í lokin það má segja kannski að bókmenntir eru náttúrulega einhver leyti sýndarheimur sem við getum farið inn í, við hverfum inn í hann og upplifum reynslur annara og ólíka heima eða tímabila eða ólíkra persóna. Það sem við fáum upplýsingar okkur sjálf, kyngervi, samskipti, tilfinningar og valdastrúktúra. Varðandi samsetningu námsins þá fullt nám 3 ár, það eru 180 einingar og 60 einingar það telst þá sem heilt námsár eða fullt nám í heilt ár. Það hægt að samtengja bókmenntafræðina við aðrar greinar sem aukagrein, þá tekum við bókmenntafræðina sem aðalgrein og aðra grein sem aukagrein og það hægt að gera það með til dæmis öðrum tungumálanámskeiðum eða greinum, kvikmyndafræði, listfræði og svo framvegis. Námið samanstendur af skylduáföngum sem 1 ár í heildina, það að segja 60 einingar og valáföngum sem eru þá 2 ár í heildina, 120 einingar. Þannig að sjáum að valið ansi mikið, þið hafið mjög mikið svona frjálst val til þess að púsla saman náminu eins og hentar ykkur best. Við erum með skylduáfanga eins og aðferðir og hugtök, þar sem við erum að fara í svona helstu aðferðafræði og hugtök sem tengjast bókmenntafræði. Stefnur í bókmenntafræði sem viðtekin á öðru ári, þar sem farið í svona helstu stefnur og strauma í bókmenntafræði í gegnum aldirnar. Bókmenntasaga sem náttúrulega leiðir okkur í gegnum bókmenntasöguna frá upphafi og til dagsins í dag. Bókmenntaritgerðir þar sem við erum að þjálfa nemendur okkar í að skrifa, gagnrýnar og fræðilegar ritgerðir. Menningar heima sem svona vítt námskeið yfir alla greininar. Það sem við erum að tengja svo lítið við bæði bókmenntir við önnur svið eins og táknmál, kvikmyndafræði, listir, málvísindi og annað. Við erum með bundið val sem þýðir að þið getið valið af 3 mismunandi áföngum, 2 áfanga sem þið kjósið úr forngrískum, latneskum eða miðaldabókmenntum til þess að kynna ykkur svona grunninn að bókmenntum eins og við höfum þær í dag. Annars erum við með fjölbreytt úrval af námskeiðum. Það sem við tökum fyrir til dæmis þjóðabókmenntir, enskar, þýskar, franska bókmenntir eða bókmenntagreinar eins og smásögur. Við erum með oft strauma eða ákveðin svið, til dæmis fantasíur eða hrollvekjur eða rannsóknarsvið, til dæmis feminisma, bókmenntir minnihlutahópa eða hinsegin bókmenntir. Í lok þessar 3 ára erum við með B-ritgerð sem þá yfirleitt á síðasta missirinu á lokamissirinu. Hún 10 einingar sem þýðir að hún yfirleitt tekin með 2 öðrum námskeiðum og B-ritgerðin unnið í samvinnu við leiðbeinanda og ykkar svona framlag til fræðana og til þess að sýna að þið hafið náð tökum á aðferðafræðinni og kenningum. Og við höfum mjög breiðan svona, við höfum ritgerðir sem hafa náð yfir mjög breitt svið, meðal annars Harry Potter, bókmenntir og umhverfi, tölvuleiki, bókmenntir og feminisma og svo framvegis. Þannig að þið hafið úr mörgu að velja. Varðandi inntökuskilyrði, þá eru þau frekar einföld, það íslenskt stúdentspróf eða það sem að jafngildi núna íslensku stúdentsprófi eða sambærilegt próf frá erlendum skóla.
Þegar þið ljúkið gráðu í almenni bókmenntafræði með fyrstu einkunn, þar sem 7,25 eða meira, þá veitir það aðgang að meistaranámi á háskólastigi. Nemendur okkar með mjög fjölbreyttan bakgrunn. Við erum með nemendur frá öllum helstu brautum í menntaskólakerfinu. Við erum með nemendur sem að koma tilbaka eftir hlé eða eftir til dæmis vinnu og við erum með nemendur sem jafnvel að láta áratuga gamlan draum rætast og koma aftur í nám. Þannig að við erum mjög fjölbreyttan og skemmtilegan nemendahóp með mismunandi áhugasvið og bakgrunn. Varðandi tækifæri að námi loknu þá veitir námið í almenni bókmenntafræði í raun mjög svona víðan bakgrunn í almennri svona aðferðafræði, gagnrýni hugsun og að vinna úr upplýsingum og miðla þeim. Þannig hún hefur einkum gildi sem almenn menntun fyrir þá sem að vilja auka þekkingu sína eða skilning á mannlegum samskiptum og listrænni tjáningu, jafnframt því sem fá þjálfun í fræðilegum vinnubrögðum. Það hefur aukist svona eftirspurn bæði á almennu markaði eftir fólki með mjög svona fjölbreyttan bakgrunn og ákveðna kunnáttu einmitt í því að geta unnið gagnrýnt með efni og geta miðla efni. Þannig að bókmenntafræði gráða veitir ykkur í raun aðganga miklu fleiri námsmöguleikum heldur maður kannski svona getur ímyndað sér. Jafnvel í ólíkum vettvöngum sem kannski tæknigeiranum eða ykkur svoleiðis. Nemendur okkar hafa verið ánægðir með bókmenntafræðina og með störfin sem að þeir hafa fengið eftir að námi loknu. Við höfum með nemendur sem hafa starfað í bókaútgáfu, í fjölmiðlum, á auglýsingastöfum eða í alls konar almannatengsla störfum, í hverskins menningarstarfsemi, í kennslu, ýmis konar markaðs- eða sölustarfsemi og hugmynda og þróunarvinnu og svo náttúrulega lokum fyrir þá sem hafa áhuga í fræðastörfum eða í doktorsnám. Varðandi félagslíf, þá erum við með mjög öflugt nemendafélag sem heitir Torfhildur og Torfhildur hefur verið mjög duglega að halda utanum nemendur okkar núna í öllu þessu fári með COVID. Svona öllu jöfnu þá Torfhildur mjög duglega að skipuleggja vísindaferðir og árshátíðir og aðrar uppákomur og þau eru meðal annars með tímarit sem gefið út, sem heitir Leirbyrður, gefið út árlega. Svo ef þið hafa áhuga á að prófa ykkur áfram í útgáfu starfsemi, þá þarna frábær vettvangur fyrir ykkur. Og við erum með mentorkerfi fyrir nýnema sem til þess að efla bæði svona samstöðu nemendana á sviðinu og til þess að tengja nýnemana inn í hópinn af þeim nemendur sem eru nú þegar til staðar. Þannig að allir nýnemar fá úthlutað nemenda úr eldri þeim sem eru þegar til staðar, sem er svona til staðar fyrir þau til þess að hjálpa þeim í gegnum fyrstu skrifin, til þess að kynna þau fyrir öðrum nemendum og veita þeim alls konar upplýsingar hvað sem að þau getu vilja spyrja. Svo bjóðum við náttúrulega upp á skiptinám erlendis fyrir þá sem vilja prófa eitthvað nýtt. Allar upplýsingar námið í bókmenntafræðinni að finna á vefsíðu Háskóla Íslands og þið getur fengið þar allar praktískar upplýsingar bæði umsóknarfresti, inntökuskilyrði og framboð. Þið getur notað netspjallið á hi.is til að afla ykkar nánari upplýsinga og endilega notið tækifæri og talið við nemendur okkar á hi.is spurðurnema námið. Það er hægt að fá allar upplýsingar á líka annarkvort á hi.is vefsíðunni eða hug.hi.is og svo er hægt að hafa samband við skrifstofu hugvísindasviðs í síma 525 4400 og eða með tölvupósti á hug@hi.is. Allt námsframboð á næsta kennsluári er að finna á kennsluskránni sem er að finna á kennsluskrá.hi.is og þar sjáið þið námskeiðin sem í boði, þið sjáið uppbyggingu námsins hvað í boði á fyrsta ári, öðru ári og svo framvegis. Við erum einnig með vefsíðu fyrir bókmenntafræðina á abf.hi.is og þar finnið þið meðal annars viðtöl við bæði núverandi og fyrrverandi nemendur, viðtöl við bíanema hvað þau eru að skrifa meistaranema og doktorsneman okkar og svona almenna kynningu það sem við erum að gera í bókmenntafræðinni og það sem er á döfinni á næstu dögum.
Og lokum vil ég bara segja að lestur veitir okkur svona ákveðið tækifæri til þess að ferðast í huganum. Við getum ferðast á ólíka staði, við getum ferðast aftur og bak og jafnvel fram í tíman, við getum ferðast inn í huga mismunandi persóna, jafnvel mjög ólíkra okkar eða líkum okkur. Og ég bara vona að þið ferðist sem mest í huganum og komið síðan til okkar og ferðist með okkur í huganum næsta haust. Laka til að sjá ykkur og takk fyrir.